Ég man bara eftir að hafa legið í brekkunni og svo kom þyrla að sækja mig. Læknarnir í Noregi, þeir opnuðu allt bakið á mér og skoðuðu allt rosalega vel og sáu að þetta liti mjög illa út. Pabbi kom út til mín, þannig að ég man aðeins eftir því, en svona, ég man ekki eitthvað sérstaklega vel eftir þessum tíma. Strax á ég slasaðist þá var nefnt við mig svona íþróttir fatlaðra og mér fannst það bara hræðilegt. Ég ætlaði ekkert að færa það, mér finnst það bara, ég ætla bara við skíði og fótbolta og ég var alveg svolítið lengi í svona svolítið afneitun af því að ég ætlaði ekkert að vera með mænuskaða. Það er náttúrulega mamma og pabbi, þeir eru alveg bara búin að hjálpa mér miklu meira heldur en er hægt að lýsa einhvern veginn. Og náttúrulega líka bara svona bróðir minn og ég var svona nána stór fjölskyldu sem hittist mikið og svona gott að hafa svona gott tengslanett. Ég þurfti bara svolítið að finna sjálf hvað, ég fann alveg svona að mér vantar hreyfingu og mér langaði að gera eitthvað. Þannig að ég pantaði mér bara handahjól og þetta svona byrjaði bara þannig. Og svo breyttist þetta svolítið þegar ég flutti suður og þá fór ég í einkaþjálfun hjá Fannari Karvel. Hann svona ýtti svolítið undir íþróttaáhugann og svona keppnisskapið einhvern veginn að þetta væri hægt. Að komast á Ólympíuleikana 2020 væri alveg geggjað. Þetta er bara svona draumur og markmið búið að vera ótrúlega lengi. Sannað fyrir sjálfum sér að maður geti það. Geta verið með þeim bestu í heimi. Það bara myndi skipta mig ótrúlega miklu máli.